Daníel Andri Halldórsson, þjálfari Þórs. Daníel, þetta var alveg spennuleikur sem var boðið upp á í dag. Já, það vægast sagt undir með 10 eiginlega allan leikinn og vinnum síðan á flautunni. Það bara gerist ekki betra í höllinni. Það var svona býsna jafnt svona framan af fyrsta leikluta, svo tóku þær eiginlega hafði yfir alla leikinn og það var eins og væri eitthvað stress í stelpunum. Er það rétt metið? Nei, bara lélega æfingaviku hjá okkur. Bara þolið ekki nógu gott, eða allavega ekki upp á sitt besta. Þunnur hópur, þannig að við vorum bara orðnar þreyttar þarna í öðrum og spiluðum bara þannig. Vörnin var bara ekki góð. Tölum það í hálfleik að þær í Hamar Þór stemd alveg í 80 og eitthvað pluss stig og við þurftum bara að halda þeim undir 80 ef við ætlum að vinna þennan leik. En tankurinn búinn í öðrum leikluta en það var nú ekki að sjá á þeim í fjórða leikluta, eins og það hafi opnað fyrir varatankin. Það gerist yfirleitt þegar það kemur svona áhlaup hjá okkur og það er gaman, þá eigum við til að stíga eins upp og finna þessa auka orku sem að vantar upp á. Þú hefur sagt mér oft að það er gott að hafa reynslubolta í liðinu eins og Heiðu og Rudd sem að kunna spilandi pressu og skóla sungustelpu til. Það sýndi sig í dag að það er gott að hafa reynslubolta eins og það er. Já, algjörlega. Það er seinustu 2 sóknir er það ekki. Rudd keyrir á körfuna og fyrir layup og síðan í allra síðustu sókninni með 2,1 sekúndur eftir þá fær Rudd boltan á low post og Heiða köttar og klára leiki fyrir okkur. Þetta gerist ekkert ljúfara? Varla. Þetta var mjög gaman fyrir framan fullt af fólki. Bilulæti, góður stuðningur og bara æðislegt. Það er 2 leikir eftir og nú það vestri í næsta leik og svo KR heima. Þú þarft að halda dampi núna hjá þeim. Já, það verður allavega smá hvíld á morgun fyrir þennan loka sprett hjá stelpunum. Leikur á laugardaginn og síðan strax aftur á þriðjudaginn móti KR og við þurfum bara að hafa feska fætur í þessa leiki. En spurningin hefði kannski átt að vera án að koma þessu þetta er náttúrulega rosalega sætt. Ertu sáttur við, þetta er alltaf sáttur að sigra, en eins hvernig leikurinn spilast, hvað hefðir viljað sjá öðruvísi hjá liðinu, náttúrulega þetta með þoli en eitthvað annað? Ég hef viljað bara sjá okkur spila vörnina sem við spiluðum í 4. leikluta, alla hinna leiklutana. Það hefði verið rosalega góð byrjun þar. Er það ekki bara gott veganest í næstu 2 leiki? Jú, við þurfum að læra að spila í 40 mínútur, ekki bara 10 og 15 hér og þar. Þetta ætti að sýna það að gefast ekki upp í fullan hnefana? Algjörlega, við vissum alltaf að þetta er leikur, samátt að vera 10-12 stig hana framan af en það er allt hægt í körfubolta. Til hamingju þannig og gangi ykkur vel. Takk fyrir það.